Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Í lok árs 2015 var svo staða komin upp í Hrísey að ekkert veitingahús eða skemmtistaður var opinn í eynni. Skömmu áður hafði veitingahúsinu Brekku verið lokað, en Brekka var árabil eitt af helstu kennileitum staðarins. Í byrjun árs 2016 ákváðu hjónin Linda María Ásgeirsdóttir og Ómar Hlynsson að taka til sinna ráða og opnuðu veitingastað við sjávarsíðuna, Verbúðina 66, sem í dag mikilvægur partur af mannlífinu í Hrísey. Maður var nú búinn að hugsa svo mikið þetta eftir að Brekka var ekki opin lengur, og svo var það bara rétt fyrir jólin, það var alltaf svona skötulhappur á Brekku á Þorláksmessu. Þá fórum við að tala saman og við þyrftum eiginlega að vera með svona skötulhappur, Þannig að ég heyrði í honum Birgi sem á húsnæði hérna og fengum að vera hérna með skötulhappur. Og þá held ég að hugmyndin hafi eiginlega bara svona komið alveg svona bara í hausinn á mér. Að kýla bara á þetta, prófa bara. Þannig ég fór á stað strax eftir áramótin og gerði samning hérna leigu á þessu húsnæði og við opnuðum svo hérna páskana bara og ég held að hafi ekkert verið fyrir í sumar að maður áttaði sig svona í rauninni á því hvað maður var búinn að gera. Þegar maður voru að standa hérna í 16-17 tíma, Já. En bara gaman, 16-17 tíma, það hefur verið þannig eins og síðast sumar fór þetta af stað með miklum krafti? Við náttúrulega opnuðum páskana og hérna vorum við opið 4 daga í mars og bara þessi 4 dagar gáfu okkur alveg svakalega gott start af því að fólk bara tók þessu fagnandi og náttúrulega mikið af fólki hérna páskana og svona. Og svo bara í byrjun sumars þá var bara, við vorum með opið hérna allan daginn. Það var bara fullt að gera og bara við erum mjög ánægð með sumarið. Linda segir veitingastaðinn gegna mikilvægu hlutverki. Já, við höfum oft rætt það hérna svona að það eru svona, hvað maður segja, svona grunnstoðir í hverju samfélagi. Það er verslun og skóli og það er eitthvað svona veitingastaður, eitthvað sem fólk getur komið saman. Og eins náttúrulega líka verið að byggja upp hérna ferðaþjónustu, það verður að vera með veitingastað. Og við erum að fá hérna, það var rosalega mikið útlendingum sem kom til okkar í sumar hérna. Og þannig að það er alveg full þörf á svona stað. Svo líður þetta sumar og fyrsti veturinn skellur á hjá þér. Hvernig hefur þetta verið í vetur? Þetta er bara búið að ganga frábærlega í vetur, Við höfum verið duglega að vera með. Við höfum verið með kaffihlaðborð og við höfum verið 3 eða 4 sem kótilettur í kvöld. Það er alveg ónýttur markaður í Íslandi, það eru kótilettur. Já, hvernig voru viðbrögðin við því? Það var bara frábær viðbrögð. Það var uppselt alveg strax á fyrsta, þannig að við skelltum á öðru og svo vorum við með eitt núna í janúar og svona prófa. Það virkaði alveg svona strax eftir jólin, Við vorum með jólahlaðborð og við höfum verið með konukvöld og við erum bara að reyna, það gerist ekkert ef þú hefur ekki fyrir því, Nei. Nú ert þú hérna frá Hrísey upphaflega, hefur nú verið farið víðar. Hvers vegna að setjast að hérna í Hrísey og opna svona veitingahús frekar en annar staðar? Ég segi það alltaf, ég er uppalinn hérna í Hrísey frá 5 ára aldri, flutti svo í burtu og þetta er svo skrítið, þetta er einhvern veginn togar í, maður kemur alltaf aftur heim og það er, ég veit ekki hvort það er sjálfsagt allir með svona, þeir sem eru svona bundnir, svona 8 fjötrum, alveg saman hvar þeir búa. Ég er einhvern veginn, tengi mér rosalega mikið við Hrísey í öllu sem ég hef gert og geri, þá er Hrísey rosalega svona sterkur partur á mínu lífi og ég til dæmis kom hérna heim með 2 lítil börn þegar ég bjó fyrir sunnan ég gæti ekki hugsað mér að láta börnin mín fara á misu það að alast upp í Hrísey og svo er ég með einn núna sem verða 14 ára og þetta er einhvern veginn svona en þetta er samt að breytast í dag, þetta er að vera alltaf erfiðar og erfiðar kröfurnar eru náttúrulega orðna svo miklu á þessum krökkum, þau eru ekki eins og við vorum út að leika okkur í 9 tíma á dag eða eitthvað En þetta er samt, ég held að þetta sé bara svona svolítið forréttindi að alast upp á svona stað. Og Verbúðin 66 ekki bara veitingastaður, heldur það einnig aðal skemmtistaðurinn í Hrísey. Já, nú erum við hérna í stærri salnum. Við erum hérna á Verbúðinni eru 2 salir.
og við erum með opið hérna alltaf á sem sagt, helgar, núna í vetur og hér erum við með sæti fyrir hátt í 40 manns og við erum hérna með svið og hérna hægt að koma og tróða upp og eða langar að koma upp í standi eða tónleika eða eitthvað og maðurinn minn var nú trúbadór í mörg ár þannig að hann stekkur stundum upp á svið og... Hæ, heimatökin? Já, svona ef það stemming fyrir því, sko, það nú ekkert alltaf. En hérna, við erum alltaf að reyna að brydda upp á einhverju. Þið hafið verið ótrúlega duglega að halda ýmsa viðburði eins og fyrir jólin og svoleiðis. Það hlýtur að vera ótrúlega mikilvægt í svona samfélagi að hafa svona fasta punkta og hafa viðburði eins og helgar og svona. Já, það skiptir voða miklu máli en samt þetta svolítið fín lína, sko, maður þarf að passa sig að ofgera ekki, sko, við erum það fá en samt svo gaman að segja frá því að það alltaf að koma ykkur, eins og þetta svo kótildikvöldi, en það hafa komið hérna bara fólk hérna frá Akureyri og frá Árskógssandi og svona og þannig ég held að við getum alveg gert svolítið meira út á það. Finnst þið fólk kannski gleyma bara Hrísey, að hún sé til og hvað hægt að gera hérna? Já, mér finnst það rosalega oft. Ég veit ekki alveg af hverju það af því að allir sem koma hingað upplifa þetta eitthvað mjög sterkt og finnst þetta frábært og maður á að koma oftar en þetta svona, þessi tilhneiging að það miklu lengra til Hrísey frá Akureyri heldur en frá Hrísey til Akureyri. Þetta bara svona eitthvað sem bara sem þarf að breyta. Hvernig horfir sumarið við ykkur? Heyrðu, það horfir bara rosalega vel við okkur. Við erum í viðræðum við Ambassador. Þeir eru svona með það á teikniborðinu. Ég held að það sé nú alveg búið að ganga frá því að þeir ætla að sigla til Hríseyjar í sumar. Og ef við erum að fá Ambassador hérna 4 sinnum í viku, þá held ég að við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur fyrir utan alla hina traffíkina, sko. Þannig að já, við erum bara mjög bjartsýn á framhaldið. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.